Við ætlum að fara hér yfir þetta losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Við spyrjum hvernig staðan og hvert stefnir og það spurningin gagnvart Kyoto-bókuninni. Og það Kristín Linda Árnadóttir, forstjóri Umhverfisstofnunar, sem ætlar að koma hingað upp og flytja sitt erindi á nákvæmlega 12 mínútum. Ráðherra, ágætu ráðstefnugestir, það eru þetta mikil ánægja að vera hér og ræða þetta svo mjög brýna málefni sem auðvitað þróun losunar og staða Íslands gagnvart Kyoto-bókuninni sjálfri. Hér mun ég kynna ykkur svona aðeins stóru línurnar, hvert erum við að stefna, hvað segja tölurnar okkar úr því bókhaldi sem Umhverfisstofnun heldur utanum. En jafnframt, og það sem kannski mörgum finnst meira spennandi, að við erum hér að kynna minnisblað Umhverfisstofnunar sem að ráðherra óskaði eftir, þar sem að við vorum beðin að áætla hver yrði niðurstaðan eftir annað tímabil Kyoto. En ef við höldum áfram, fyrir ykkur öll, ég gerir ráð fyrir því að þetta sé ykkur mjög tamt, það fyrsta tímabil Kyoto-bókunarinnar, það annað tímabilið og það það tímabil sem við erum á núna í dag, sem sagt 2013 til 2020 og þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist þar erum við að hluta til að undirgangast með Evrópusambandinu og síðan erum við í þriðja lagi á leiðinni inn í Parísarsáttmálann. Það tímabilið 2021 til 2030 og ég verði nú að segja eins og að þegar við tölum loftslagsmál þá eiginlega 2020 eiginlega bara á morgun. En það sem ég mun kannski leggja mesta áherslu á þetta annað tímabilið sem við erum á núna. En rifjum upp fyrsta tímabilið, þar vorum við með ákveðnar heimildir, við vorum með hið svokallaða íslenska ákvæðið og niðurstaðan í heildina var svo eftir tímabilið að við stóðumst þær skuldbindingar sem við höfum undirgengist. Þannig að það tímabilið búið og við stóðumst þær skuldbindingar, stóru fréttirnar. En nú erum við komin yfir á því svokallaða annað tímabil Kyoto-bókunarinnar sem stundum nefnd eftir Doha-breytingunni. Þarna erum við líka að undirgangast nýjar skuldbindingar sem við ætlum að klára á stuttum tíma, 8 árum. Við erum að hluta til að innleiða þetta með Evrópu, þannig að við tókum að okkur að við mættum losa 15.327.217 tonnum af CO2 ígildum fyrir utan viðskiptakerfi Evrópusambandsins. Og það kannski eitt af því sem svona oft að ruglast í umræðinni, þessi munur á milli það sem ég vil kalla landsskuldbindinga okkar og síðan það sem undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins. Mér þykir líka vert að minna á það að losun frá innanlandsflug og strandsiglingum hér inni en ekki alþjóðaflugið. Og þegar maður að ræða þessar skuldbindingar þá þetta svolítið mismunandi eftir tímabilum hvað inni og hvað ekki inni, en hér inni sem sagt innanlandsflug og strandsiglingar. Það má nú ekki fara á svona fund án þess að minnast á Parísarsamkomulagið. Þar alveg ótrúlega hefur gengið vel að fá ríki til þess að skrifa undir og við erum komið með 168 ríki sem hafa fullgilt og þar á meðal Ísland af 197 og þetta mikill árangur bara eitt og sér að ná svona mörgum þjóðum að borðinu. Við munum þarna vera með sameiginlegar efndir með Evrópusambandinu og Noregi og þarna engar smá skuldbindingar sem við höfum tekið á okkur, 43% frá staðbundum, minnkun losun frá staðbundum iðnaði og 30% frá uppsprettum sem ekki falla undir viðskiptakerfið. En þetta nær ekki til alþjóðaflugs og ekki til alþjóðasiglinga. En fyrir ykkur sem hafi mikinn áhuga á þessu, þá rétt að minna á það að það verið að vinna að sáttmálum varðandi bæði flugið og siglingarnar til þess að draga úr losun. En þetta staðan. Frá árinu 1990 þegar að fyrsta Kyoto, eða við höfum alltaf miðað við, tölurnar frá 1990, og við erum með losunartölur mjög nákvæmar til ársins
2015. Það má eiginlega segja að stóru myndin sú að við, eins og þið sjáum mjög auðveldlega, að við erum búin að auka losun. Og losunin hefur aukist í kringum 28% frá árinu 1990 til ársins, þar að segja 2015. Og það má líka benda það að af þessu aukningin frá staðbundum iðnaði í kringum 112%. En ég held að sé ennþá betra að horfa á þetta sem aðeins einfaldari mynd. Það að segja, grænu súlurnar eru það sem að við hér á Íslandi erum að takast á við og bláu súlurnar það sem að við köllum að falli undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins og haldið meira utan samræmt fyrir alla Evrópu. Og þetta það tímabil sem við erum að horfa á núna, annað tímabil Kyoto bókunarinnar, 2013 til 2020. Við erum með tölur, sem sagt nákvæmar losunartölur fyrir árin 2013 til 2015 og vorum beðin, eins og ég minnst á áðan, að áætla hvað við gerðum ráð fyrir á grundvelli þessara talna að hver væri þá heildar losunin. Og þið verðið auðvitað að hafa í huga að þegar við erum að gera svona spár að þá auðvitað 2016 lokið, það gera sér allir grein fyrir því, og 2017 næstum því lokið. En við erum samt sem áður að nýta meðaltal talna frá 2013 til 2015. Þannig að líklega erum við með vanmat vegna þess að hér hefur til dæmis ferðamennska aukist, við sjáum aukning í úrgangsmyndum og svo framvegis. En það sem að kannski skiptir okkur hvað mestu máli núna að horfa á þessa tölu hér. Þetta það sem við segjum að sé áætluð heildarlosun fyrir árið 2013 til 2020, 21.735 kilotonn CO2 ígildi. Við höfum fengið úthlutaðar heimildir sameiginlega upp á 15 milljónir heimilda. Bara til þess að gera þetta aðeins einfaldara, það nú nógu flókið fyrir, að þá mátti bara taka raun og veru 3-0 af, að þá ertu komið með sama ígildi og við tölum í heildarlosuninni. Þetta því svokallaða AAU eða úthlutaðar heimildir, en ég mun hér á eftir tala þetta sem bara 15.327 CO2 ígildi sem við höfum fengið úthlutað. Síðan bætum við áætluðum bindingareiningum. Og þar erum við líka auðvitað að áætla miðað við þær tölur sem við höfum fengið nú þegar og við erum að setja þær inn í framtíðina. En þar höfum við séð ákveðna aukningu í bindingu, þannig að hugsanlega gætum við fengið eitthvað aðeins meira út af bindingareiningar. En það algjörlega ljóst að vöndunin upp á 3.600 CO2 ígildi umfram inneign í lok þessa tímabils. Og bara til þess að setja þetta í aðeins smá, hvað erum við raunverulega að tala hvaða losun þetta og hafið þið núna í huga. Þetta 2013 til 2020 og við erum núna á síðara hlut ársins 2017, þannig að það ekki mörg ár eftir. Þeir flokkar sem við erum að takast á við orka, iðnaðarferlar, landbúnaður og úrgangur. Ef við byrjum á orkunni, þá má segja að þetta skiptist í stórum hluta í vegasamgöngur. Vegasamgöngurnar í kringum 50% og þess vegna erum við alltaf að tala rafmagnsbílana vegna þess að þarna nærðu mjög stórum, þú nærðu niður losuninni mjög fljótt á stórum hluta okkar losunar. Fiskiskipin þarna með kringum 27%, það kemur 10% innan þessa frá jarðvarmavirkjunum og orku og annað og vélar og tæki í kringum 6%. Ef við förum síðan yfir í iðnaðinn, þá kannski halda margir að þarna sé eitthvað svona smá iðnaður. Nei, þetta að fyrst og fremst
svokölluð F-gös í kælimiðlum, þá aðalega fiskiskipa eða frystikerfum, ísskápum og öðru slíku, það sem við sjáum líka bara í búðunum. Þannig að hér er í raun og veru ekki raunverulegan iðnað að ræða, heldur ákveðna kælimiðla sem hafa mjög háan losunarstuðul og þess vegna telja svona mikið. Og þetta er akkúrat dæmi það hvar við þurfum að leggja áherslu á að draga úr. Landbúnaðurinn er jafnframt ákveðin hluti, 23% af þessari köku, og þarna kemur iðra gerjun. Ég held að það kallist prump á íslensku, en þetta er allavega mun svona huggulegra orð. Síðan er losun frá nytjajarðvegi, þetta er þessi jarðvegur sem við erum að nota, við erum að rækta sérstaklega í. Síðan kemur meðhöndlun húsdýraáburða og annað. Og síðan hér að lokum er úrgangurinn, og þarna sjáum við að mjög stór hluti losunar kemur frá urðunarstöðum. Og það sem skiptir mjög miklu máli hér er að hafa í huga að það sem við setjum í jörðina í dag, það er að losa frá sér í mjög langan tíma. Og það er auðvitað það sem við erum svolítið að takast á við. Við erum að takast á svolítið við grunninnviðina í okkar kerfum. Og þær tölur sem við erum að heyra af núna varðandi aukningu í úrgangslosun á Íslandi, við erum að fá svona nýjar tölur fyrir árið 2016, ekki alveg komið með þær staðfestar, og það kannski maður þarf ekkert annað en að kíkja bara í Sorpu og fara í röðina þar með öllum hinum að henda frá sér dóti, að það er gríðarlega aukning í úrgangi. Þannig að okkur hefur ekki tekist að brjóta þarna tengslin á milli myndun úrgangs og efnahagslegra hagsældar, og það er mjög slæmt. En hvað leiðir þetta nú allt til? Þessi slæta sýnir ykkur kannski á fremur einfaldan hátt hvernig við höfum reiknað þetta út og viljum setja þetta fram. Þessi græna súlur eru sem sagt þessi ár sem við vitum eru búin og erum við með nákvæmar tölur fyrir. Við höfum tekið þessar tölur og dreift því yfir hin árin. Við setjum 16 og 17 þarna sem gular súlur, af því að við höfum í raun og veru ekki nákvæmar tölur, en við vitum hins vegar að þessi ár eru búin. Og það er algjörlega, við erum ekki fara að draga úr losun fyrir ár sem er búin. En til þess að við náum okkur niður á þessum þá 2018, 2019, 2020, að þá þurfum við að draga mjög verulega úr losun. Í kringum 600 kilotonn á ári frá árunum 2018 til 2020. Og þetta er í raun og veru meiri heldur en heildarlosun frá fiskiskipunum á ári, 75% af vegasamgöngum, og í þessu verðum við líka að hafa í huga, það sem ég myndist á í upphafi, að við erum auðvitað að sjá aukningu, við erum að sjá aukningu í fjölda ferðamanna, sem þýðir það að fólk er að ferðast á bílum og við erum að auka losun. Og þarna þurfum við auðvitað að grípa mjög sterkt inn í. Og það var auðvitað mjög skemmtilegt og að fylgjast með Móniku hér sem að segja okkur það að þetta er hægt og þetta getur verið skemmtilegt og við getum verið stolt af því. Think big, og það er akkurat það sem ég held að við þurfum að gera, en við þurfum líka að horfast í augu við það að sá samdráttur sem við þurfum að taka á næstu árum, það mun líklega ekki nást, eða það má segja að það er nokkuð öruggt að það mun ekki nást. Þetta eru bara það miklir grunninnviðir. Þannig að við þurfum að kaupa heimildir sem bendur okkur líka á það. Þú ert ekkert að spara peninga með því að setja ekki fjármuni í stefnumótandi aðgerðir eða aðgerðir til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. 2020 er á morgun. Og muniði, 2030 í svona þessum stóru mynd, þá er 2030 líka eftir ansins gaman tíma, þannig að við þurfum virkilega að grípa inn í, og það var auðvitað mjög áhugavert líka að hlusta á unga fólki okkar sem að vill fá inspirasjón, það vill taka þátt, og ég var einmitt að hugsa til þess að dóttir mín er að læra að keyra bíl, og það er mjög mikilvægt hjá henni að hún er að læra á beinskiptan bíl. Verða börnin okkar ekki öll á rafmagnsbílum, og þeir eru sjálfskiptir. Halló.
við erum ennþá að vinna í gamla kerfinu þegar við vitum að við þurfum að fara mjög hratt inn í nýja kerfið. Svona í lokum, minnast á það að sjálfsögðu eru þessar tölur byggðar á mikilli vinnu frábærs teymis hjá Umhverfisstofnun sem kallast loftslagsteymið og vil ég þakka þeim sérstaklega fyrir sína vinnu. Takk fyrir. Við höfum smá smugu ef það eru einhver spurningar varðandi þetta erindi sérstaklega, en þetta var náttúrulega afar skýrt og ábyrgðin hjá okkur. Markmiðin eru skýr, en þetta er vandamál með leiðirnar. Það eru nokkra leiðir til staðar og við vitum það svo sem. Við þurfum ekki að finna upp á morgum leiðum, þær eru þarna. Já. Nei, þetta er aftur Sigurður að spyrja. Skiljiði þá rétt að ef við ætlum að standa við skuldbindingar okkar þá þyrftum við á einu ári að skipta út helmingi bílaflotans fyrir rafmagnsbíla, árinu þar eftir hinn helmingurinn, þannig við erum 100% á rafmagnsbílum og síðan á 3 árinu þyrftum við að taka allan sjávarútveginn og gera hann rafmagnsskipum eða eitthvað svoleiðis til þess að standast við skuldbindingarnar. Er það rétt eða svona í áttina? Þetta meina svona róttækar breytingar? Já, við myndum ímynda okkur svona. Þetta er svona, þetta segja tölurnar okkar og þú þarft að draga mjög róttækt úr losun á mjög stuttum tíma. En það eru þetta hinn möguleikinn og hann er sá sem að við verðum mjög líklega að fara, það er að kaupa einingar fyrir það sem upp á vantar. En þetta sýnir okkur líka stærð vandans og mikilvægi þess að því að við erum nú að detta inn í Parísarsamkomulagið að byrja strax núna. Það þýðir ekki að byrja þegar við erum komin langt inn í Parísarsamkomulagið. Einmitt. Takk fyrir. Já, hér er einni viðbót, já, og þannig hérna líka, við erum hérna. Já, komið sæl. Já, og einn í miðinu líka. Jæja, herðu, hleypum þessu að. Gjörðu svo vel. Baldur heiti ég hjá Dýrfjörði á Samorku, samtökum orku- og veitufyrirtækja. Mig langar að gera örstutta könnun. Hve margir komu hingað, og þá meina ég líka í vinnuna sem er hérna í nágruninu, á umhverfisvænan hátt. Metanbíl, rafmagnsbíl, hjóli, gangandi eða strætó. Já, þetta var nokkuð gott. Takk fyrir. Ég á ekki bíl, þannig að ég tók leigubíl hingað niður eftir. Ég labba nefnilega alltaf í vinnuna. Já, var það díselbíl eða? Alltaf grænan bíl. Hleypum þessum herramanni að hérna og svo hér, já. Eigum við að byrja hér, já. Gott og vel, þarna er hljóðneminn. Já. Og bara stutt og laggott, takk. Örstutt, þú talaði að kaupa heimildir 2020. Hefur engum dottið í hug að binda þetta í skógrækt hér á landi í staðan fyrir að kaupa skapar atvinnu? Jú, bindingareiningar eru hluti af þessu og þið sáu hvað við erum að gera ráð fyrir því að við getum fengið mikið af bindingareiningum, en það sem við verðum auðvitað að horfast í augu við er það að þetta er svo stuttur tími sem við eigum eftir. Og þegar þú ætlar að binda í skógrækt eða landgræðslu eða slíku, þá tekur þetta bindingin mjög langan tíma líka. Þannig að þetta er kannski, það er meira svona langtíma sýnin þar sem gildir, en það verður líka að minna á það að samkvæmt þessum alþjóðasamningum og samkvæmt okkur skuldbindingum, þá er regla númer 1, 2 og 3, það er að draga úr losun og svo bindum við. Þannig að bindingin á að koma til þess að ekstra, en ekki til þess að við getum losað meira. Gott og vel, það er einn hér viðbót og takk fyrir, svo síðasti. Takk fyrir Kristín, flott erindi. Ég sakna alltaf votlendis inn í tölunum, en spurningi mín er hins vegar, nú þurfum við hugsanlega að fara að kaupa losunarheimildir fyrir Ísland. Ef við hugsum aðeins í tölum, hvað erum við að tala í kostnaði? Er þetta milljarður, 10 milljarðar, 50 milljarðar? Er þetta einhverja tölur sem að skipta máli?
þessar einingar eru seldar á alþjóðlegum markaði og það má segja það að núna er verðið á þessum einingum mjög lágt en verðið fer líka, það er mjög breytilegt þannig að ef menn horfa til þegar menn voru að loka Kyoto 1 tímabilinu og menn þurftu að fara að kaupa þar til þess að standa fyrir sínum skuldbindingum sem við þurftum ekki, nota bene, að þá sá menn líka verðið fara upp. Þannig að þetta er líka svolítið umhugsunarefni sko hvenar áttu að kaupa. Er betra að vera fyrr í ferðinni og fá þar ódýrar og eða ætla menn að bíða alveg fram á síðustu stundu, treysta því að við náum að draga aðeins meira úr losun. Þannig að þetta er svona stór pólitísk og peningaleg áskorun og því miður við höfum ekki nægilega góða yfirsýn yfir þennan markað. En þetta getur verið umtalsverðir peningar, já. Já, ég hugsa að þetta sér umfjöllunar efni, það er markaðurinn með einmitt þessar losunarheimildir og hvernig verðið myndast. En takk kærlega fyrir þetta og Kristín Linda Árnadóttir.